Við erum öll fædd úr sama efni. Hins vegar erum við ekki öll fædd jafn. Hver muntu verða? Hvað muntu verða? Sumir eru fæddir til að vera leiðtogar, fæddir til að hafa áhrif og miklar breytingar á meðal þeirra manna. Aðrir eru fæddir í meðalmennsku og lifa ómerkilegum lífum. En fyrir suma mun lífið vera stöðug barátta sem býður ekki upp á neina möguleika. Svo hvernig getur ekkert orðið eitthvað? Skólinn var eini staðurinn þar sem Núll fékk athygli. Hann lærði mikilvæg atriði í lífinu eins og gildi hans í samfélaginu og að það væri bannað fyrir hans líka að fjölga sér. Stundum var Núll leyft að líða eins og miklu stærri tölu. En börnin langaði bara að minna hana á að Núll er Núll sama hvernig þú snýrð. Þegar Núll fullorðnaðist, gekk hann einmanalegan veg. Þrátt fyrir tölulega galla hans, fannst honum eins og hann hefði upp á okkur að bjóða. Núll leyfði aldrei slæmum aðstæðum að ná til sín. Hann vildi nú ekkert vera neikvæð tala.
Þetta var ekki fyrsta skipti sem Núll vaknaði með maran og bláan líkama. En í þetta sinn var það öðruvísi. Í fyrsta skiptið var Núll ekki var við lágu tölu sínu. Í návist nýja vina síns fannst honum hann jafn mikilvægur og 3. Eða jafnvel 4. En yndislegasta tilfinningin var tilfinningin að tilheyra. Lífstíð og einmanaleika hvarf í fortíðina. Ásamt þeirri hugmynd að ást þeirra væri börnuð. Þegar lífið hélt áfram án hans, velti Núll fyrir sér hvort hann gæti einhvern tímann haldið áfram án ástar sinnar. Sá nýfæddi bar merki óendanleikans, stærsta og virtasta tala sem fólkið hafði séð. Núll vissi
fyrir ekki neitt hafði hann skapað eitthvað svo sannarlega stórkostlegt.